Ég var að hugsa sumt af því sem ég lærði í Vélskólanum, notaði aldrei. Ég kann það ekki í dag. Það sem ég notaði í dag, það kann ég. Og það svo mikilvægt fyrir okkur að það sem við þurfum að endurnýja okkur stöðugt í því sem við viljum gera og ætlum að gera. Við verðum að fylgjast með. Það ekki rétt? Það svo mörg fög í dag sem hafa gjörbreyst. Margar iðngreinar hafa gjörbreyst af hverju út af tæknibyltingunni, út af tölvuvæðingunni, að þá eru margir sem lærðu kannski fyrir 30 árum að þeir þurfa bara að endurnýja sína þekkingu svona að stórum hluta. Af því að þeir ætla að fylgjast með og fylgja þróuninni að þá verða þeir að tileinka sér þessa nýju tækni. Ég á vin í Englandi sem að var þó seinna að tileinka sér tölvutæknina og hann að rembast núna. Þannig að hann skrifa mér alltaf mjög stutta tölvupósta. En hann yndislegur bróðir fyrir það. En hann svolítið sár yfir því að hafa ekki tileinkað sér þetta og hafa ekki byrjað í dag. Vegna þess að hann segir að það svo margt sem ég get ekki af því að ég ekki inni í þessum málum. Og þess vegna það að við þurfum alltaf að fylgjast með. Og sumir segja nú, og nú ætlar að fara að tala úr þessari eldgömlu bók, og það allt saman orðið úrelt, og hverju getum við nú fylgst með þar? Það nefnilega það. Það ákveðin lögmál sem breytast ekki, og andi Guðs alltaf að uppfæra bókina fyrir þá sem þekkja hana. Það bara þannig. Andi Guðs alltaf að uppfæra bókina. Það alltaf að koma nýjar og nýjar uppfærslur í orði Guðs. Þú getur lesið sama orðið og last fyrir 30 árum og það alveg ný útgáfa af því í dag. Ein kynslóðin kemur, önnur fer. Það ekkert nýtt undir sólinni, segir predikarinn. Það ekkert nýtt. Það sem að gerast hefur gerst áður. Og mér finnst svo fyndið að horfa á unga fólkið okkar í dag sem heldur að það viti bara allt. Og segir kannski þú kristni gamli kall, hvað heldur að þú vitir? Það veit ekki að það sem það heldur að það viti, að það hefur allt saman gerst áður. Menn segja að það þarf að fræða okkur þetta, það þarf að fræða okkur hitt. Til dæmis samkynhneigðir, þeir vilja fræða okkur sínar kenndir og allt þetta að þeir segja við hinir kristnu skiljum ekki. En málið að þetta var til í fyrstu Mósebók, þetta var til á dögum Páls. Þetta hefur alltaf verið til, þetta ekki nýtt, en það koma svona vakningatímar í þessu og í hinu. Allt í einu þetta orðið mjög algengt í dag. Þetta var algengt á dögum Rómaveldis og Rómaveldi hrundi vegna, það var ekki efnahagshrun, það var siðferðislegt hrun. Og siðferðislegt hrun verra heldur en efnahagslegt hrun. Móral. Og þegar fólk hættir að bara virða siðferðileg gildi, að þá þjóðfélagið okkar á niðurleið. Það ekkert heilagt lengur. Og þá getum við bara gengið í íslamska herinn.
Og svo merkilegt að þeir byrja á að drepa börn. Þeir drepa börn. Til eitthvað sem grimmara. Biblían segir að mennirnir muni á hinum síðustu tímum verða grimmir. Þannig að ég trúi því að við þurfum að biðja og við þurfum að berjast fyrir þeirri trú sem okkur hefur í eitt sinn verið í hendur seld og við þurfum að halda í það sem gott og bæta við það sem gott og bæta meiru við það sem gott, henda frá okkur því sem illt og henda aftur frá okkur því sem illt og bæta bara við því sem gott. Og við þurfum að þora að segja að þetta vont. Og þetta gott. Af því það búið að snúa öll á hvolf í dag. En ég ætla að tala trú í dag. Ég ætla að tala trú. Og það eitt af því sem við þurfum það segir í Rómarbréfinu, hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Og á öðrum stað segir að ef við skjótum okkur undan því að lifa í trú, að þá hefur Guð eiginlega enga ánægju af okkur. Þannig að trúin, hún eitthvað sem tengir okkur við Guð og trúin, hún eitthvað sem gerir þessa bók lifandi. Og ég hef stundum gert grín að því að þegar við sjáum svona, að því að Halloween núna nýbúið, að það svona nornadýrkunar dagur. Samt margir sem að gera sig ekki grein fyrir því að halda að þetta sé eitthvað gott, en það ekkert gott við þetta. Þetta á uppruna sinn í því sem illt. En það svo oft sem eitthvað illt klætt í svona fallegan búning og að það gert svona gaman úr því og það á að vera sniðugt og það á að vera gott. En talaðu við einhvern sem hefur verið í djöfladýrkun og spurði hann út í Halloween. Ég las bók eftir einn daginn, hlustaði á vitnisburðinn hans. Og hann vissi allt það, hvernig það tilkomið og hann vissi líka hvaða andar leystir úr læðingi þegar að Halloween hátíðirnar haldnar og fólk klæðir sig í þessa búninga. Þú sér það ekki, en það sem saklaust og fyndið oft ekki saklaust og fyndið. Og nú segja margir, þú kristinn gamall kall með kreddur? Kannski. Af því að þú sérð ekki það sem ég sé. En ég ætla að fara hérna í fyrsta Jóhannesarbréf 5:4. Þar segir að trú okkar, hún sigurinn. Og ég var að hugsa að við þurfum eitthvað af fólki í dag sem hefur trú. Við þurfum svo mikið á fólki að halda sem hefur trú. Og ég sagði, Drottinn, gefðu fólk sem svellur af trú. Gefðu fólk sem brennur af trú. Vegna þess að trúin breytir öllu. Fólk segir, ekki nóg bara að hafa Guð og við biðjum til hans? Nei, þú þarft að biðja í trú. Og þá segir fólk, ég trúi og það gerist ekki neitt. Það af því að þú veist ekki hvað trú Og við skulum aðeins fara hérna inn í trúna og við skulum sjá fyrra Jóhannesarbréf sem segir, 5. kapli 4. vers, því allt sem að Guð fætt sigrar heiminn. Trú vor hún sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Trú vor hún sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Þannig að trú hvað? Sigur. Sigur yfir því sem við erum að berjast við, hvort það eru sjúkdómar, synd, djöflar eða hvaða erfiðleikar. Trú sigur. Ef þú segir mér að þú hafi trú og hefur ekki sigur, þá veit ég að þú átt ekki trú. Þú getur sagt að þú hafi trú, en ef þú átt ekki sigur, þá trúin ekki í hjarta þínu.
Við skulum lesa frá Postulasögunni, 3. kafla, frábær saga þar mann sem var lamaður frá móður lífi. Og það eru 2 menn sem ganga fram á þennan mann. Hann liggur þar við helgidóminn. Hann var borinn þarna á hverjum degi og þarna betlaði hann eða bað sér ölmusu. Og svo það allt í einu 2 kallar, svona kreddukallar eins og ég og Alli, svona kallar sem viti ekki neitt, vitlausir, fylgjast ekki með tímanum. Þeir koma þarna að og hann kemur svona og arms for the poor, eigið aur. Alli náttúrulega alltaf blankur og ég aldrei nema kortið. Og þannig að Alli hann tekur svona í hendina á honum og hann segir, ég á engan pening og pastor aldrei með pening á sér. Hann svona bankafíkill. En það sem að ég hef, það gef ég þér í Jesú nafni, statt upp. Og það skrýtna einkennilega gerist að þessi maður sem var búinn að vera lamaður frá móður lífi, hann sprettur upp. Og ekki bara það, hann fer að hlaupa allt. Alveg eins og ég veit ekki hvað. Og allir sem sagt flykkjast að. Og þetta 3. kaflinn í Postulasögunni. Hann tók, sem sagt, það var reyndar Pétur, tók í hægri höndunum, reist hann upp. Jafnskjótt urðu fætur hans og ökklar styrkir. Hann spratt upp, stóð í fæturnar og tók að ganga. Og það sem Pétur sagði, það sem ég hef. Málið annarkvort hefur þetta eða hefur það ekki. Það ekkert flóknar en það. Það sem ég hef, hann hafði sigurinn og hann gaf sigurinn frá sér. Hann hafði það og hann gaf það. Og drengurinn, hann reis á fætur og síðan voru allir furðu losnir yfir þessu að nú væri einhver nýr miðill komin í bæinn eða einhver svona, hvað maður að segja, sálugæt eða hvað það vegna þess að þeir voru á kafi í nýöld þá líka alveg eins og í dag. Málið að nýaldamenn halda nýöldin sé ný, en þetta var ekkert nýtt þá. Þetta allt það sama. Jæja, þeir flykkjast þarna að og þetta gefur Pétri tækifæri til að predika og hann segir í versi 16, hann segir, trúin á nafni Jesú gjörði þennan mann sem þið sjáið og þekki styrkan. Nafnið hans og trúið sem hann gefur veitti honum þennan albata fyrir augum ykkar allra. Nafnið hans og trúin sem hann gefur. Ég stoppaði við þetta þegar ég var að lesa þetta fyrir nokkrum dögum. Trúin sem hann gefur. Trúin sem hann gefur og ég fór að hugsa, hvernig fæ ég þessa trú ef hann bara gefur hana? Það lykill. Pétur sagði, það sem ég hef, það gef ég þér. Og kraftaverk gerðist. Og ég var að pæla í því að ef að Pétur og þeir hefði ekki komið þarna, að þó svo að Guð sé til og þó svo að lækningin sé til staðar, að þá væri þessi maður ennþá lamaður. Og hvernig stendur á því að við höfum fólk sem ennþá sjúkt á meðal okkar? Vantar ekki einhvern Pétur, vantar ekki einhvern sem hefur, sem getur sagt, það sem ég hef, það gef ég þér. Við höfum verið að biðja núna á föstudagskvöldum gegnumbrot og ég verið að segja að Vaðlaheiðargöngin, það hefur tekið ár að brjótast í gegnum þau. En við höldum áfram að hamra. Það segir í Biblíunni nefnilega orð sé hamar. Og við ætlum að hamra í gegnum þessa andlegu veggi þangað til að við höfum það sem Pétur hafði. Þangað við höfum það lagalega, en við viljum hafa það líka í raun. Lækningar
eru hluti af gjöf Guðs til sinnar kirkju. Og það segir í Sálmi 9:11, þeir sem þekkja nafn þitt treysta þér. Sálmur 9:11, þeir sem þekkja nafn þitt treysta þér. Sjáðu, Pétur, hann sagði, það var nafnið. Pétur þekkti nafnið. Pétur treysti svo mikið á nafnið að hann sagði, það sem ég hef, það gef ég þér. Þannig að það var trúin sem tengdi þennan mann við nafnið. Og hann sagði, það trúin á nafnið og trúin sem hann gefur. Trúin sem hann gefur. Þeir sem þekkja nafn þitt treysta þér. Svo Guð, hann gefur trú. Og mér langar aðeins, við komum aftur að þessu, að það ákveðin ástæða fyrir því að trúin, hún í raun og veru virkar ekki. Og ég glemdi því sem ég ætlaði að segja ykkur að trúin gerir þetta lífandi þegar við horfum á nornirnar og þetta. Ég verð að segja ykkur að stundum að þú sér svona myrkvað herbergi og þú sér kertaljós og þú sér svona norn og hún grúfir sig yfir bók og svo fer hún með svona töfraþulu og einhver sagði legg ég svo á og mæli svo og bla 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 og allt í einu verður eitthvað lífandi, það fer einhver púki af stað og hún segir ég legg álög á þennan eða ég legg þetta á hinn og við vitum að þetta hefur virkað að fólk fær á sig sjúkdóma, fólk fær á sig alls konar bölvanir. Þannig að andinn kemur úr gömlu töfraþulunni. En það miklu sterkari andi sem kemur úr þessari bók. Og þegar við förum köfum í þessa bók, við þurfum ekki kertaljós, við þurfum ekki myrkur, við þurfum bara gott ljós, að þegar við köfum í hana í trú, þá kemur andinn úr bókinni og fyllir hjart okkar og við getum sagt með Pétri, það sem ég hef, það gef ég þér. Það sem ég hef, af því að ég hef fengið það úr bókinni, það segir að Jesús Kristur, hann orðið, hann hið lífandi orð. Og málið það, við eigum þetta gefið okkur og þá förum við aftur tilbaka í garðinn Eden, 1. Mósebók 3, þau áttu allt, þeim var gefið það, en það var einn sem kom þar inn og það sagt að einhver sagði mér að Satan hefði farið í höggormslíki, það hefði verið eina leiðin fyrir hann til að komast inn í garðinn, ekki veit ég það. En allavega kemur hann sem höggormur og hann segir, það satt að Guð hafi sagt? Hann byrjar að sá inn efa. Maðurinn þannig uppbyggður að ef hann efast, þá getur hann ekki staðið í trú. Það satt að Guð hafi sagt? Við lesum að Jesús Kristur, hann biður fyrir honum Pétri og hver var bæn Jesú Krist? Hann segir, Pétur, Satan krafðist þess að vinda þig eða sáldra þig eins og hveiti eða vinda þig eins og tusku, en ég hef beðið fyrir Pétur að trú þín þrjóti ekki. Að trú þín þrjóti ekki. Þannig að við sjáum að það sem Satan kemur á eftir trú okkar, hann vil ræna trú okkar. Fyrst, og hann að ræna trúnni frá heilli þjóð. En svo erum við að tala aðra trú til að lækna sjúka, trú til þess að reka út illa anda. Hann vil ræna því frá þeim sem hafa trú á Guð, þeim sem trúa því að Guð sé til, að hann vil ræna þeirri trú frá okkur að Guð geri það sem hann hefur sagt að hann muni gera. Það satt að Guð hafi sagt? Og hann byrjaði á að vefengja að Guð hefði kærleika til þeirra. Hann byrjaði að sá inn efasemdum í hjarta Evu og Adams að Guð virkilega elskaði þau.
Og það alltaf það sem gerist, það byrja að koma efasemdir. Einhver læknast ekki og hann fer að efast, hann segir, Guð læknar alla aðra en ekki mig. En sjáðu til trúin, hún segir alltaf, Guð góður. Það sem ég hef, það gef ég þér. Nú, það saga sem ég langar aðeins að miðla með ykkur og bók sem að hann Alli lánaði mér og ég keypti síðan. Og hún segir frá manni sem fór til Afríku á árunum 1900 minni mig og hann var í Afríku í 5 ár. Það voru 100.000 mann sem tóku trú á Krist eða frelsuðust. Það voru 20.000 sem læknuðust. Eftir 5 ár þá kemur hann heim til Seattle, Washington og hann opnar ekki kirkju, heldur lækningamiðstöð. Og það var ekki sjúkrahús með skurðtólum eða þannig löguðu. Heldur var þetta hús þar sem fólk gat komið, þú gast fengið herbergi, síðan var salur þar sem fólk kom saman til þess að biðja og leyfa Guði að lækna sig. Þannig að þetta var lækningamiðstöð. Þessi maður, hann átti það til að fara inn á spítala, sjúkrahús og kalla læknana og útskýra fyrir læknunum hvað væri að þessum manni sem þeir voru búnir að úrskurða dauðvona og sýna læknunum hvernig Guð læknaði þetta. Og þeir stóðu bara agndofa. En það var einu sinni að það kemur kona inn á þessa lækningamiðstöð og hún kemur með þann úrskurð að hún sé dauðadæmd af krabbameini. Og John G. Lake, sem var nafn mannsins, hann segir, það lygi. Af hverju sagði hann það? Jú, hann hafði sigurinn, hann hafði þennan sigur í hjarta sínu. Hann trúði ekki að það væri satt, hann trúði því að Guð væri meiri heldur en þessi sjúkdóm, þannig hann sagði það lygi. Nú hún kemur inn og hann leggur hendur yfir hana og verkurinn fer og hún dvelur þarna einhverja daga, verkurinn kemur aftur. Og svona gengur þetta í 3 mánuði. Það beðið fyrir henni og þið vitið að krabbameini getur fylgt alveg því geta fylgt hræðilega kvalir og hún var kvalin, en alltaf þegar þeir lögðu hendur yfir hana og báðu fyrir henni, þá hvarf verkurinn og hún svaf vel þá nótt. En daginn eftir þá kom verkurinn aftur. Þegar ég las þetta þá fór ég að hugsa, hver hefur heyrt það að fólk hafi læknast og orðið sjúkt aftur? Svo segir þessi maður, hann segir, ég var alveg að gefast upp. Ég var alveg að gefast upp. Þetta var búið að ganga í 3 mánuði og hún læknaðist alltaf, en svo helltist þetta yfir hann aftur. En svo var það eitt kvöldið að við vorum að biðja og þá það að hún grípur þetta, segir hann. Sigurinn kom inn í hjarta hennar. Hún sagði, ég læknuð, ég heilbrigð. Og nú var það ekki bara líkamlega tilfinningin, það kom inn í hjarta hennar. Trúar sigurinn kom inn í hjarta hennar og hún sagði, ég hef það, ég læknuð. Og hann segir, mörgum árum seinna þegar hann skrifar þetta, þessi kona kom núna að heimsækja okkur, hún enn þann dag í dag læknuð. Og þegar ég las þetta, að þá útskýrði þetta svo margt fyrir mér, að þarna þessi predikari, hann heldur þessari konu uppi í sinni trú og í 3 mánuði þangað til hann var að gefast upp, þangað til að loksins hún greip það. Og þetta sagði mér það að við sem kirkja,
við sem líkami Krists, við þurfum að halda hvert öðru upp í trú. Þetta snýst ekki það að þú hafi trú eða ég hafi trú. Við þurfum að vinna saman þangað til að þeir sem eru sjúkir fá sigurinn inn í anda sinn, inn í hjarta sitt, inn í sálu sína. Og við þurfum öll að fá þennan trúar sigur inn í hjört okkar. Og það er það sem Guð, Jesús Kristur, hann vildi þegar hann sagði í Markús 11:22, trúið á Guð. Trúið stöðuglega á Guð. Trúið stöðuglega á Guð. Ekki trúa bara smá tíma, heldur trúið stöðuglega á Guð, sagði hann. Í Hebreabréfinu að þá er okkur sagt í 11. kafla, 1. versi, að trúin, hún er fullvissa það sem menn vona. Hún er sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Og Amplified Biblian segir að trúin, hún er title deed, sem er á íslensku afsal. Þegar ég kaupi hús, þá fæ ég afsal. Og stundum kaupir fólk eitthvað sem það hefur aldrei séð. Það fær afsalið og þegar þú fær afsalið, þá ertu viss að eignin er þín. Af því að það er komið. Og Páll, hann útskýrir trúna svona, hann segir að trúin er eins og afsal fyrir því að þú ert viss að sem sagt, það er búið að afsala þessari, ef það er hús, þá er búið að afsala þessu húsi til þín. Þú ert núna eigandi af húsinu. En hvað ætlar þú að gera ef að þú er búin að kaupa hús á kannski 30 milljónir? Þú er búin að fá afsalið. Svo kemur að húsinu og það er fullt af fólki í því. Og þú segir, þetta er húsið mitt, ég var að kaupa það. Þeir segja, nei, við eigum þetta hús. Það getur ekki verið, segirðu. Ég á þetta hús, hvað ætlar að gera? Ætlar að beita valdi, ætlar að biðja þau kurteislega að fara út, ætlar bara að bíða, ætlar að gera ekki neitt. Ef við hugsum húsið sem fyrirheiti Guðs eða lækningun okkar, og ef það er einhver sem hefur stolið í, höfum við kjark til að tala við fjallið. Jesús sagði að hver sá sem segir við fjall þetta, lyftir upp og steypir í hafið, honum verða að því. Höfum við kjark til að tala við fjallið eða leyfum við bara fjallinu að tala við okkur? Margir eru þannig, fjallið, þeir bara hlusta, fjallið tala við þá. Jesús sagði, þú átt að tala við fjallið. Ekki láta fjallið tala við þig. Tala þú við fjallið. Þannig að, hvernig kemur þessi trú? En þegar ég hugleiti þetta, þá var þetta svo ljóst fyrir mér. Ok, Jesús hefur gefið okkur afsal fyrir okkar lækningu, en það er þjófur í húsinu. Það er ræning í húsinu sem heitir Satan og hann stendur á milli. Og við þurfum að tala við þennan djöful og segja honum að yfirgefa húsið af því að húsið tilheyri okkur. Amen. Þetta er það sem Biblían er að kenna. Og sumir grípa þetta, aðrir vilja ekki grípa þetta, þeir segja bara, þetta er of erfitt, ég get það ekki, aðrir eru svo bugaðir að þeir get ekki barist og þá þurfum við að berjast fyrir þá sem kirkja. Til þess er kirkjan. Ekki segja bara, hann hefur ekki trú og hann læknast ekki. Nei,
Mín trú heldur honum uppi þangað til að hann grípur það. Þangað til að hann grípur það. Það þannig sem að Guð vill að hans líkami starfi. Jesús, hann gat stundum ekki læknað vegna vantrúar, en hann læknaði alla sem komu til hans í trú. Og það segir að það var kona sem kom til hans, hún heyrði, og hún sagði, bara ef ég fæ snert faldklæðast, þá mun ég heil verða. Það var trú hennar sem að bjargaði henni, sagði Jesús Kristur. En það er hérna að lokum þessi spurning, hvernig kemur þessi trú og hvernig fekk hann trúna, hann John G. Lake, og hvernig stendur á því að það hefur enginn fengið þessa trú síðan, og hvernig stendur á því að kannski að allir hefur trú en ekki ég. Við lásum, þeir þekkja nafn þitt, treysta þér, þeir þekkja. Og Jesús Kristur okkar stóri bróðir, og einu sinni segir hann að þegar lærisveinarnir sögðu augosttrú, þá fór hann að segja þeim sögu að það var húsbóndi sem kom heim að akri og hann spyr svona, fer hann að þegar hann kemur heim, fer hann að leggja á borð fyrir þjónana? Nei, það voru þjónarnir sem kom að akri. Býður þá húsbóndinn með matinn handa þeim? Nei, þjónarnir þjóna húsbóndanum. Og hann segir að þetta í rauninni, þegar þeir eru að biðja hann um að auka trú, þá er hann að segja þeim að ef að þeir bara flæða með því sem meistarinn gerir, þá er trúin ekkert mál. Þá gera þeir það sem Guð segir, þá er það trúin sem hann gefur sem flæðir í gegnum þá. En ég var að hugsa bara, ef að stóri bróðir, hann er að fara eitthvað og ég fer með honum, þá fæ ég kannski ís. En ef að hinn bróðir minn, sem nennir ekki að fara með stóra bróður og hjálpa honum, hann fær engan ís. Af hverju? Af því að hann satt heima. Hann fekk ekkert, en ég fekk ís. Og ég held að sé oft þannig með trúna, að ef að þú ert tilbúin að vera alltaf með Jesú, að þú þekkir nafnið hans, þú þekkir tilfinningar hans, þú þekkir nærveru hans, að þar kemur trúin. Þar kemur trúin. Og ef að þú þekkir nafn hans, þá þekkir hann þig. Það er ritning sem segir, aldrei þekkti ég yður, sem þýðir að hann þekkir marga og suma þekkir hann ekki. Eruð með? Hann þekkir suma og aðra þekkir hann ekki. Þannig að ef að ég þekki hann, þá þekkir hann mig. Þannig að trúin og sigurinn kemur af því að þekkja hann. Og þess vegna er kallið til okkar að koma nær honum, að þrengja okkur nær honum, hann er ósýnilegur, en eyða tíma með honum. Og þeir sem eyða tíma með honum, að þeir sjá þessa hluti gerast, þeir vita hvað þeir hafa. Katrín Kuhlman, það var einhver sem spurði Guð, af hverju notaru þessa konu? Og hann sagði, Guð sagði, ég hef engan annan. Katrín Kuhlman, hún eyddi heilur dögunum með Guði. Kraftaverkin flæddu þegar að hún hafði samkomur. Það var eiginlega bara allt sem læknaðist, allir sem læknuðu sem komu. Og ef að við viljum, við vitum hvað Guð vill, við fengum að heyra það síðustu helgi, að við berum nærveru Guðs. Og þegar við berum nærveru Guðs, að þá flæðir trú Guðs frá okkur. En svo oft erum við stödd þarna niðri, eins og hann Tómas sagði, að við hugsum ekki út frá nýju sköpuninni.
En sá sem stöðulega byrjar að hugsa út frá þessari nýju sköpun, hann veit hvað hann hefur. Og það bara bæn mín og ég bara trúi því að Guð, hann vill gefa okkur þessa trú. Af því að þetta trúin sem hann gefur. Þetta trúin sem hann gefur. Og ef við sameinumst að vilja taka við þessari trú, þá fáum við að sjá þessar hluti gerast í kirkjun okkar. Við erum þegar byrjuð að sjá það gerast í ákveðnum mæli. Það hefur læknast fólk hérna, oftar en einu sinni, en við höfum ekki séð þessi ógurlegu kraftaverk gerast sem þeir sáu gerast, en ég trúi því að við eigum eftir að sjá þau gerast. Við eigum eftir að sjá þau gerast, vegna þess að fagnaðarerindið mun verða predikað með táknum og undrum áður en að drottinn Jesús kemur. Amen. Takk Jesús.